Þannig að við byrjum á einfasamótorunum, hvað við höfum verið að spyrja þar eins og ræsivægi í einfasa skammhjólsmótor stundum myndað með því að réttarsvarið er þetta raðtengja þétti við hjálparvafið. Það er það eina sem er rétt hérna. Já, raðtengja þétti við hjálparvafið. Sko, þegar mótorinn er komin í gang þá er það miðflótta aflsrofinn sem að smellur út af þyngdinni og rífur strauminn af hjálparvafinu. Og skuggapólsmótorar, þeir eru notaðir sem dælumótorar í þvottavélum. Það er náttúrulega notaðir í viftur litlar og svona einhvern veginn þannig smá verkefni. En hvernig mótorar eru notaðir í handverkfærum eins og borvélum til dæmis? Já, það er ekki alstraumsmótor? Jú, það er alstraumsmótorinn. Hann hefur verið notaður í borvélum, þó að það séu náttúrulega með fjölbreyttari mótorum í dag. Og svo í prenturum, hvernig mótorar eru í prenturum? Skrefa. Það er svona skrefmótorar. Skrefmótorar notaður í prenturum. Steppermótors á ensku. Og í diskdrifum í tölvum, það eru líka svona skrefmótorar. En dælumótorar í þéttavélum, það eru þessi skuggapólsmótorar, þessi hérna. Skuggapólsmótorar eru sem dælumótorar í þvottavélum. Ok? Prenturum eru skrefmótorar. Og svo er einhver fullyrðing hérna að alstraumsmótor, hann er í rauninni raðarmótor. Þið sjáu það, þetta er raðtengt þarna á myndinni. Alstraumsmótorinn er eins tengdur upp eins og raðarmótor. Þannig að það er neðsti möguleikinn, það er rétta hérna. Og svo er hérna aðferðin við að reikna út straum sem að einfasa skammhjólsmótor tekur frá neti. Á hverju byrjuðu að gera? Það er langbest að byrja á því að finna aflið inn, P-inn. Vegna þess að allt sem að merking sem er á mótor, eins og þessi aflmerking á mótor þýðir hvað? P-út. P-út, já. Og við þurfum að byrja á því að reikna P-inn. Og þá segjum við P-út deilt með nýtni stöðlinum 0,735 og þá fáum við P-inn. Og síðan deilum við í það með spennunni og afstöðlunum, því að hann er að taka aðeins meiri straum út af því að það er ákveðið fasuk sem að er í hann. Akkurat, þannig reiknum við straumin. Þá er það hérna fleiri atriði varðandi mótora. Hérna erum við með þetta sem er á netinu hjá okkur og við erum verið með spurningar hérna. Þriggja-fasa rafstraumsmótora, að þegar skammhjólsmótor er keyrður álagslaus þá veldur hann meira fasveiki á netinu en ef hann væri með álagi. Það er rétt hérna í þessu tilfelli. Það er B-liður hérna. Og síðan þegar sett er meira álag á skammhjólsmótor eykst straumurinn vegna þess að mótsna í sátri minnkar með lækkandi snúningshraða. Það er neðsta svarið hérna. Þetta er svolítið fræðilegt.
Hvað segirðu? Já, þetta er aðgengilegt sko, þetta próf. Já. Síðan hérna með stjörnuþrýstingsræsingum má gera ráð fyrir því að ræðslustraumurinn hann lækki í 1/3 af ræðslustraumsskipti við beina ræsingu. Það er D-liðurinn hérna. Og hvað er eftir það? Þetta er rétt að tala um töp í skjálftarsmótor að eirtöpin þau aukast með straumnum í öðru veldi. Það er rétt. Hinna fullyrðingarnar eru rangar. Sem sagt, eirtöpin breytast og það með hérna straumnum í öðru veldi. Af því að við erum með formúluna sem sagt P saman sem I sinnum R. I í öðru veldi sinnum R, ætlaði að segja. P saman sem I í öðru veldi sinnum R. Með straumnum í öðru veldi. Ok. Það var þarna C-liðurinn. 2.5. Ræsivægi skammhlaups í beinni ræsingu það er rúmlega tvöfalt málvægi. Það er sem sagt í tölu eins og hérna, og þá sjáum við hérna, þetta væri nú stundum gefið upp allavega á prófum, erum við með svona töflu, þannig að við segjum hérna, maður stækkar það aðeins upp, svo við sjáum þetta betur, að þá erum við hérna með M start deilt með M nominal, þá erum við með þetta sem sagt rúmlega tvöfalt, það er sem sagt á 3 kW mótornum þá erum við með 2,5, á 2,2 kW mótor þá erum við með 2,4, sem sagt 2,4 sinnum 15 Newtonmetrar. Þetta eru Newtonmetrar sem sagt. Þannig með rúmlega sko ræsivægið, það er þessi dálkur hérna, T-start eitt með T-n, þetta er margfaldanarstuðull til þess að margfalda málvægið sem er 15 Newtonmetrar, til dæmis á mótor sem höfum við verið að mæla í æfingu 19C. Og ef við skoðum aðeins hérna svona vægiskurfu, þá væri málvægið hérna 15 Newtonmetrar, ræsivægið hérna, það væri, þetta er svolítið óvenjuleg kurva hérna, en það væri 2,4 sinnum málvægið. Það væri aðeins hérna hærra uppi. Rúmlega tvöfalt. Og hámarksvægi er hérna líka gefið. Og það er þá gefið í þessum dálki hérna, 2,9. Það er T-max deilt með T-n eða M-max deilt með M-n eins og við höfum þetta merkt í bókinu okkar. Það er 2,9 þá sinnum 15 Newtonmetra á þessum 2,2 kW mótor. Sem sagt, og þetta var spurningin. Það var rétt að svari rúmlega tvöfalt málvægi. 2,5, 2,6, hérna erum við með 3 fasa mótor, 110 kW og ef maður reiknar strauminn frá 400 V neti við fullt álag. Og þá þurfum við í rauninni að hérna vita afliðinn fyrst og síðan að reikna þetta með formúlunni eins og við vorum með áðan. Við deilum upp í hérna P-in með spennunni og kósfí og rótina 3. Það fáum við strömmin. Svona, og það er sjálfsagt eitthvað fleira hérna í þessu. Það er útskýra spennumerkinguna 230-400 volt. Það er hægt að tengja mótorinn í þríhyrning
við 230 volt og það væri hægt að stjörnu 3 ræsa þennan mótor við 230 volta kerfi. 400 volta spennan á við stjörnutenginguna á mótornum. Það er það sem er hér og málvægi mótorsins við fullt álag að þá myndum við taka þetta P út hérna í þessu hérna, það er þessi tala hér sinnum 60 deilt með 2 sinnum P sinnum N-ið sem er 1485 snúningar á mínútu. Þá fengjum við þessa newtonmetra sem við beðum í 2.7. Ok, lítum svo aðeins á verkefnin áður við hættum þessu. Hvað segirðu? Það var B-leið, hvað það? Var einhver B-leiður? Skoðum það. Þetta var B-leiðurinn í þessu verkefni hérna. Já, þannig að þetta er allt í lagi. Hvað sagði, málvægið er það P út sinnum 60 deilt með 2 sinnum P sinnum N. Ok. Já, þetta er bara formúlan þarna í bókinni. Það er 3 svo. 2 sinnum P sinnum N. Þetta er bara formúlan sem við eigum. Og sýndaraflið er þá bara spennan sinnum straumurinn sinnum rótina á 3. Það er sýndaraflið. Og þetta er eitthvað úr verklegum æfingum en þetta er allt of mikið kannski. Við sleppum þá þeim spurningum sem eiga ekki við. Af hverju höfum við 2 segurófa í færibandaverkefninu? Jú, annar segurófinn gefur okkur aðra snúningsáttuna, hinn segurófinn gefur okkur aðra fasaröð inn á mótorinn, þannig að mótorinn snýst í hinn áttina. Er hægt að ræsa fulllestaðan mótor með IT-ræsi? Nei, það er ekki hægt og efri-mörkin eru 50% og 3.3 ákvaða straumgildi á að stilla yfirásvörn sem er staðsett í fasastraum mótorsins við IT-ræsi. Ef við aðeins að skoða hvaða tilvik er þetta er þarna G-æfingin að yfirásvörnin er staðsett í fasastraumnum. Hér er yfirásvörnin staðsett. Þannig að það er málstraumur mótorsins deilt með rótinni af 3 til að fá fasastraumin. Það voru að stilla yfirásvörnina á fasastraum mótorsins. Það þýðir 130 amperinn deilt með rótinni af 3. Þá kemur svarið hérna. Af því að þetta er inn í fasastraum mótorsins við IT-ræsi, þá er við bara að mæla fasastraumin með yfirásvörninni. Þá verður að deila upp í málstraum mótorsins þennan 130 amper með rótina af 3. Ok. 130 deilt með rótina af 3. Já, 130 amper deilt með rótina af 3. Þá fáum við svarið. Ok. Já, svo er þetta á ekki við, þetta á ekki við, þetta á ekki við, þetta á ekki við, þetta er rafala, þetta á ekki við. Þetta á ekki við, ekki ennþá og þetta er úr rafala. Þannig að við erum komin í gegnum þetta sem er í prófinu og í 19a þá vorum við rekna við vorum að reyna að mæla ræsistraumana en sem sagt það var svona 5,5 til 6-faldur ræsistraumur sem við fengum á mótorinn en við mældum hann ekki með ampertönginu vegna hún var svo hæg mæltækið, það náði ekki að taka þann ræsistraum en síðan vorum við að reikna út ræsivægi í þríhyrningstengingu og þá þurftum við að margfalda málvægi mótorsins með upplýsingum á blaðinu sem að eru þá hérna. Það var 2,4 sem sagt til þess að fá ræsivægið. Þetta voru eitthvað 26 sinnum 2,4 þá fengum við tölunni hérna fyrir beinaræsinguna í þríhyrning hérna í þríhyrning og svo deildum við með hvaða tölu til þess að fá í stjörnu. Ég er ekki búin að fá sumar í svona 4 ár. Síðast núna síðast sumar, já, þá ákvað ég að vera á Akureyri.
3 mánuði.